Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að heyra myndlistarsýningu í Bergi á Dalvík. Velkomin Sigríður Guðmundsdóttir, glerlistakona. Takk fyrir kærlega. Þú ætlar að fara að opna sýningu. Já. Segðu okkur aðeins frá henni. Já, þetta skal ég segja ykkur glersýning, eða semst glermyndir og ég er búin að safna saman textum, ljóðum og heilræði og svoleiðis sem eru eftir Dalvíkinga eða það sem að Dalvík og Svarfaðardalurinn kemur fyrir. Já, þetta hefur svolítið svona grúsk vinna, eða ekki? Jú. Að safna þessu öllu saman? Jú, mjög. Kom þér þetta eitthvað óvart? Já, ég kom sjálfur mér mest á óvart að ég myndi sitja kvöld eftir kvöld og helgi eftir helgi og lesa ljóð og vera að spá í málfari hjá köllunum í gamla daga og svoleiðis. En þetta er ofboðslega skemmtilegt. Og af nóg að taka, var það ekki það sem þú komst að? Já, fyrst þá fannst mér ég ekki vera með nóg, en svo þegar ég fór að vinna meira og grafa meira, þá þurfti ég bara að fara hend út. Já. Því að menn hafa ort mikið, bæði staðinn og mikið til eftir fólk að staðinn. Já. Og ég skal ég segja þér, ég náttúrulega þekkti marga, eins og Haraldur sem er nú með Síldarvalsinn, Haraldur Zóphóníasson, hann var giftur sem sagt systir ömmu minnar, þannig að ég man mjög vel eftir honum. Já. Og er þetta lag sem allir þekkja þarna á Dalvík? Já. Og syngja jafnvel? Já. Á Þorrablótum og alltaf? Já, syngjandi sæll og glaður. Nú það já, við þekkjum það öll. Já, og svo er ég með fleiri eftir hann. Já. Og svo var til dæmis eitt sem að kom. Ég hringdi mömmu mína og ég þurfti stundum að spyrja málfar, hvað þýðir þetta? Ég vissi það ekki. Og í símtalinu þá segir mamma við mig mjög skemmtilega sögu að þegar hún eignast sitt fyrsta barn, þá átti hún bara heima hjá ömmu á Sigurhæðum á Dalvík. Já. Og morguninn hafði Haraldur komið. Og amma segir við hann, það fæddist barnið í nótt. Viltu ekki fara að sjá það? Jú, segir hann, hver á barnið? Hún Maja. Og hann fer inn og horfir svona á barnið og hann var í kommóðskúffu og mamma liggur hérna í hliðina á honum og fer með þessa vísu sem að mér fannst bara svo frábær og hún var alltaf einhvern veginn í nokkra daga í mér þessi vísa og ég hugsaði með mér, kannski finnst mömmu þetta of persónulegt. Ég hringi svo í hana og bara, mamma, er þér sama? Já. Og er þetta einhver vísa sem bara hún kunni eða er hún til einhvers staðar á prenti? Nei, bara hún. Þetta er bara það sem að hann orti til mömmu að hennar frumburður myndi bera gæfu. Og þetta er þú búin að nýta þess og setja á listaverkið? Já. Glerlistaverkið? Já. Það er svo margt svona sem að hefur komið. Ég var til dæmis hjá sjúkranuttaranum mínu og hann er í svona gánamannafélagi á Dalvík. Já. Hann fer að segja mér og ég bara, já, ok, og hann sagði, skoðaði þetta. Já, einhverja bók það. Já, Krosshólslátur. Já. Og ég get svo svarið það, ég náttúrulega bara panta hana, þessa bók. Og það er geisladiskur með og við erum búin að hlusta og spá. Og það er þarna lag eða ljóð sem alveg heltekur mig og ég tek úr því brosir þessi mynd til þín. Já, titillinn á sýningunni. Já, og ég er bara alveg heilluð af þessu. Þannig eru gágnamenn að segja bara að safna saman ljóðum og kvæðum og vísum og frásögnum í eina bók. Já, í eina bók. Og syngja eitthvað part af því inn á disk sem fylgir með. Og þetta er sem sagt Skíðadals stemming og Hjörtur á Tjörn, faðir sem sagt Kristjáns
og Hjörleifar og Þórarins, hann semur fyrstu 2 og Þórarinn fyrst, sem sagt síðasta. Sonur hans. Já. Og þessi texti er bara ótrúlegur. Hvað fjallar hann? Hann fjallar í rauninni bara þegar hjartað í gánamanninu þegar, þú veist, aðeins að tifa. Af því hann er að fara í göngu, já, hann er svo spenntur. Já, þetta er að, þú veist, við förum nú alveg að fara að gera, þú veist, gera okkur að græja og svo er hann bara göngur. Já, bara göngur og svo þegar, þú veist, að þeirra renna í hlað. Þér rennur af fjallinu. Já, og með hestana og, þú veist, og mér fannst ég bara stundum bara sitja og sjá þetta fyrir. Já, ok. Og þetta fyrstu líka að nota í glerlistaverkin? Já. Ég fekk að nota þetta. Og þetta sem sagt, þú ert búin að vera í glerlist bara árum saman, ekki satt? Ég byrjaði, skal ég segja þér, 2004. Já. Er mest í nytjalistinni. En ég hef alveg farið í sýningar og ég til dæmis í Bjórbögunum. Þar eru myndir, norðurljósamyndir og þau keyptu bara sýninguna. Vá, og skreyttu hjá sér. Já, ég fekk sko sjálf að hengja hann upp og ætlaði svo bara að taka hann niður. Já. En þetta passaði bara vel inn. Já, hún bara passaði svo vel inn að þau keyptu hana bara. Já, vel gert. Já. Og þetta, ert þú bara með stúdíó á neðri hæðinni hjá þér eða vinnustofu? Já. Og ert bara að sinna þessu alla daga? Já. Ég hef verið að gera það. Og þessi sýning opnar á fimmtudaginn? Fimmtudaginn, klukkan 3 og svo klukkan 3:30. Þá ætlum ég að bjóða upp á mjög skemmtilega músík. Já, segðu okkur aðeins frá henni. Já, það eru 3 strákar sem að klára Dalvíkurskóla. Grunnskólan? Já, grunnskólan. Og það er sem sagt Þröstur og Þormar og Þorsteinn. Nei, Þornin 3. Já, þetta eru Þornin 3. Og þetta eru bara, sko, þetta eru frábæri strákar. Þeir eru listamenn fram í fingurgóma. Og ætlaðir að leggja tónlist fyrir sig, heldur? Pottþétt. Pottþétt. Spennandi. Já, og þeir ætla að vera með svona ljúfa og góða tóna og þeir eru líka skemmtilegir, lagavali hjá þeim, það er alveg, það er bara út um allt. Eru það að semja líka sjálfur eða? Nei, ég held ekki. Nei. Ég held þeir hafa ekki verið að gera það. En mér kæmi það samt ekki óvart þó þau myndu segja við mig, jú, við gerum það líka. Þeir eru svo frábæri. Eru þau með hljómsveit sem heitir eitthvað eða? Nei. Þetta eru bara Þornin 3. Já, þetta eru bara Þornin 3. Og þeir ætla að koma að spila fyrir það opnuninni. Já. Og vera kannski eitthvað meira eða aðalega þennan opnunardag? Aðalega þennan opnunardag, já. Og hvað stendur sýningin yfir lengi? Herðu, sko, í mánuð, eða út ágúst. Út ágúst. Já, en svo veit maður náttúrulega ekki hvert að nú eru að fara að herða reglurnar og þú veist. Fækka fólki. Já, en ég var að ræða við Björk sem er með Berg og við ákváðum bara, við ætlum að halda okkar striki og mér langar Óla að fá fólk á fimmtudaginn í kaffi og Macintosh hjá mér og hlusta líka á ljúfa og góða tóna. En við spörum bara, þú veist, faðmlagið og höldum fjarlægðin og vöndum okkur, hlýðum við þið. Já, við gerum bara, þú veist, sendum bara þeim meira frá okkur. Svo varst að segja mér líka frá kveðjuljóðunans Hjalta Haralds. Já, Hjalta frá Garsvatni. Já. Er það ekki svona einhver sálmur sem er mikið sunginn? Jú, hann sem sagt, var með berkla og var mjög veikur og fyrir einhverjum árum, ég man ekki hvenar, en það var sko einhverjum kannski 4 árum eða eitthvað, 4-5 árum áður en hann dó. Þá var ég að leiðinni norður í rútu í Kallakorsferð og við sitjum ég og Hjalti og við fórum að spjalla saman og hann segir mér frá sinni sko legu á Berklahælinu. Kristneshæli. Já. Var hann þar í mörg ár? Nei, ég held að hann hafi ekki verið í mörg ár.
En hann var þarna rosalega langan tíma, hann bara 16 ára gamall. Já, þegar hann fer þangað inn. Já. Og það raunin Guðmundur Óli sem að tekur svo textan hans og setur þetta í lag. Þannig að lagið ekki gamalt í rauninni. Nei, lagið bara, það alls ekki gamalt. En allur textin náttúrulega rosalega sorglegur af því að hann reiknaði ekkert með að koma heim. Hann var að kveðja dalinn sinn. Já, hann var að kveðja. Ótrúlega fallegu texti. Þetta bara mjög fallegu texti og ég var mjög ánægð að fá að nota þennan texta og myndin mjög sérstök. Myndin frá honum, hún sem að tengist þessum, sérstök. Kom þér á óvart bara hvernig hún kom út? Já, bara þegar ég opnaði opnuna þá bara, sko hún var og hún í svo mikilli fjarlægð að það alveg, það dásamlegt. Þetta verður fólk náttúrulega bara að berja augum, hvað segir maður, sjóni sögu ríkari. Já. Þannig að hvetjum fólk til að renna inn á Dalvík og kíkja á þessa sýningu. Já. Brosir þessi mynd við þér. Já. Og þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn, Sigríður, og gangið þið vel í glerlistinu og öllu. Takk kærlega. Takk fyrir mig.